Það Disclosure Day í dag. Ég að fara í bíó í kvöld. Á mynd sem ég búinn að bíða eftir, allavega, það örugglega hálft ár. Við erum að tala stór, grunnsamlega tímasetningu á þessari kvikmynd Steven Spielberg, Disclosure Day, sem að mér skilst fer inn á crash retrieval, reverse engineering, fer inn á remote viewing, fer inn á allar þessar hólfaskiptu djúpríkisdeildir, sem sagt bæði innan ríkiskerfis sem og innan kerfis einkavæðingar, sem sagt fyrirtækja. Og þetta eiginlega too good to be true, sko. Steven Spielberg hefur komið fram í viðtölum og haldið því fram að þetta sé ekki úr lausu lofti gripið, heldur í rauninni, þetta auðvitað bara byggt á frásögnum fólks í gegnum árin, uppljóstrara, sumir hverjir allsvo stórir og áreiðanlegir sem hafa borið vitni frammi fyrir þingnefnd, bara undir eið, á meðan aðrir sem hafa komið fram í gegnum árin og svona vart trúanlegir, en samt sem áður, og þessi tímasetning, í samræmi við söguna og þá, bara þá opinberu vitneskju að CIA eða leyniþjónustan, sko, hefur í gegnum síðustu áratugi, sko, haft mikið það að segja hvað varðar innihald kvikmynda og þá innan Hollywood. Þeir hafa komið inn í verkefni, leitt verkefni áfram með réttum upplýsingum og svolítið stýrt narratífinu. Þetta náttúrulega gríðarlegur áhrifavaldur kvikmyndir og þá sérstaklega Hollywood kvikmyndir og þetta ekkert bara eitthvað í UFO-málaflokknum, þetta bara, þetta snertir á öllum hliðum bara í pólitík, hvort það sé samfélagspólitík, hvort það sé stemning, viðhorfsmótandi stefnur. Þetta hefur með fjármálamarkaðinn að gera, þetta hefur með lyfjamarkaðinn að gera, matvælaiðnaðinn, orkuiðnaðinn, þeir kosningar, hægrið og vinstrið auðvitað, þjóðernishyggju, réttlætingu, stríðs og stríðstóla-iðnaðar, skiljiði, þetta einhvern veginn svona virkilega svona mótandi afl, áhrifavaldsafl sem Hollywood Þannig að við ætlum að fara hann í kvöld, strákarnir, og við verðum með áhaldin á lofti, sko, skeptískir sem ávallt, tökum engu sem gefnu og en svo margt dulufullt í þessu, kannski bara enda þetta á þessari pælingu, sko, hvað erum við raunverulega að tala og ekki bara með UFO-málaflokkin, heldur bara allan efnisveruleikann eins og við teljum okkur skiljan. Og það hefur, ég kem einhvern veginn alltaf niður á því sama að við séum mögulega bara hluti af einhvers konar kerfi eða hermi eða simulator, simma, sko, sem einhvern veginn skapaður með það að leiðarljósi að nýta orku einstaklings, nýta sköpunargáfu, innsæi, dómgreind og einhvern veginn allt út frá frjálsum vilja. Þú mátt nýta þér alla þessa þætti. Það enginn sem segir þér að fara í biðröð fyrir utan Laugardalshöllina til þess að þiggja einhverja bólusetningu. Þú ræður. Þú ræður að fylgja fyrirmælum bara í blindni. Þú ræður að trúa innan trúarbragða í blindni, fylgja einhverju pólitískri afstöðu í blindni og einhvern veginn og öll þessi skilyrðing, öll þessi skautun eða polarisering, henni alltaf einhvern veginn bara stýrt í gegnum sálfræði, hernað, áróður, propaganda og sem sagt bara keyrt á ótta. Ótti við höfnun, ótti við fjárhagslegt öryggisleysi, ótti við félagslegt öryggisleysi, ótti við tilfinningalegt ójafnvægi, ótti við að vera fordæmdur og allt einhvern veginn bara
út frá ótta og þessum skorti sem við reynir með okkur, ég er ekki nóg. Þannig að mín pæling mögulega sú að sko allur þessi UFO málaflokkur, þetta hefur einmitt með minningar að gera. Þú veist, í gegnum síðustu 80-90 ár, í nútíma samhengi erum við búin að vera með UFO málaflokkin svona svolítið upp á borðum. Fyrir það þetta vafið mikilli dulúð innan samfélaga frumbyggja og svo framvegis. En hefur, þú veist, það sem að gerast núna, þetta raunverulegt, bara eins og nokkuð annað, spurningamerki. Getum við verið með eitthvað fyrir framan okkur? Get ég verið með konuna mína, fjölskylduna mína fyrir framan mig og sagt þetta raunverulegt, þó svo að veruleikinn virðist búa yfir minningum. Ég virðist deila minningum með fólki og hlutum og upplifun og sveiflu. Eða þetta í stöðugu skammtarhruni og stöðugt framleitt og minningum einhvern veginn bara í stöðugu downloadi, stöðugt og stöðugt breytt eftir mínum ákvörðunum, mínum hugsunum, mínum tilfinningum. Heppnimaðurinn, af hverju hann alltaf svona heppinn? Óheppnimaðurinn, af hverju hann alltaf svona óheppinn? Af hverju virðumst við ekki sleppa úr einhvers konar ánauð röð áfalla oft á tíðum? Hvaða djöfisins karma vitleysa það? Og meðan aðrir einhvern veginn bara sigla bara lygnan sjó. Þannig að, þú veist, halló, leggið mig bara inn ef þið viljið. Ég ekkert viss að við séum yfir höfuð bara til. Það bara lendingin. Þú veist, ég að fara hérna inn í einhverja þjónustumiðstöð hjá okkur eldra fólki að skiptum bandsaaflað í einhverju vél. Því einhver hringdi í gær og bað mig það. Ég semst í vinnunni, ég að bíða eftir að komast inn. Var ég raunverulega beðinn það? Eða þjónar þetta einhverjum öðrum tilgang? Sem knýr mig til þess að vera árvökull, alltaf árvökull. Því ef svo þá ég alltaf settur í aðstæður sem ég þarf að lesa upp á punkt. Ég þarf að lesa þær, ég þarf að greina þær og ég þarf að komast að niðurstöðu því það alltaf eitthvað sem mér unnt og mér skylt að draga úr reynslunni sem eins og game state sem ég set svo í vasan hefur ekkert annað að gera við hann en hann getur enginn tekið hann frá mér. Skiljið, þetta fjársjóðsleit, ásakið. Þannig að við erum að fara að skoða einhverja mynd í kvikmyndahúsi í kvöld. Sem mögulega ekki einu sinni til, en verður það leið og ég sé hana og þá jafn óðum. Kannski endurinn ekki einu sinni ákveðin, því ég átti að ákveða hann. Skiljið? Herðu, ég hérna bláedrú í vinnunni, believe it or not. Prófaði að vera upp í haustum af mér í korter. Gaman að þessu. Þykir vænt ykkur, það næst. Namaste.